Jæja, góðan daginn og verið öllsömmul hjartanlega velkomin á hádegisfyrirlestur Þjóðminjasafns Íslands. Þessi hádegisfyrirlestrarröð, við höldum hérna fyrirlestra annan hvern þriðjudag og fyrirlestrarnir eru klukkan 12 á þriðjudögum og dagskráin er aðgengileg á vefsíðu safnsins, bara undir viðburði framundan. Og hingað í dag er komin Sigríður Sigurðardóttir, kennari og sagnfræðingur og sem starfaði sem safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga árabil. Sigríður, hún var okkur í safninu innan handar við gerð sýningarinnar prýðileg reiðtygi sem var opnuð hér í Bógasal fyrr á árinu. Sigríður, hún skrifaði grein í sýningarritið, þetta hérna, það fæst í safnbúðinni fyrir ykkur sem eru sérstaklega áhugasöm efni, en hún ætlar að halda út frá greininni sinni í fyrirlestrinum í dag. Nú í lok fyrirlestursins og þá er tími fyrir spurningar, svo að þá hvet ég ykkur bara til þess að rétta upp hönd og tala hátt og skýrt, og eftir fyrirlesturinn að þá er ykkur öllum boðið að skoða sýninguna í Bógasal og við getum gengið öll hérna saman í gegnum hurðina hérna fyrir aftan. Þá er okkur ekkert af vanbúnaðinn að bara að bjóða hana Sigríði velkomna, gerðu svo vel. Komið sælblessuð, gaman að sjá okkur öll. Ég ætla að hefja þetta með því að kynna fyrir ykkur svona reiðtygi, reiðver frá nútímanum og aftur í aldir. Fer þá leið því að það er svona að ýmsu leyti góð leið, finnst mér. Ég ætla að segja ykkur frá ýmsum gerðum reiðtygja. Við gerum greinamun á klakkssöðlum og sveifarsöðlum, bryggjunökkum og bríkarsöðlum, karla, standsöðlum, og ég fer aðeins inn á aðra tegundir reiðtygja sem að skipta verulegu máli upp á það að gera að sjá mismunin á almúganum og þeirra sem að svona hefðarfólkinu, og líka til þess að segja ykkur grunnminn sem ég er svo sem orðið meiri grunnur, ég held ég sé orðin sannfærð að þessi reiðtygi, þau hafa haft mikil áhrif á val okkar á reiðskjótanum, það er að segja hvernig við veljum hross til ferðalaga. Svo förum við aðeins yfir í skreytingarreiðtygjum og fylgihlutir þeirra, þó ekki alla fylgihluti, það var í of langt mál að fara, og síðustu skoðum við saman þróun og þægindi reiðtygjana og hugsanleg samfélagsleg áhrif, ekki hugsanleg, raunveruleg. Það sem við sáum fyrst var þessi almenna hugmynd okkar hvernig fólk notaði reiðver, hvers konar reiðver þau notuðu, reiðtygi. Það er að segja klakkssöðla og hnakka, og þarna sjáum við þau betur. Þetta eru myndir sem eru teknar í byrjun 20. aldar, og þarna sjáum við skinnklædd reiðtygi, reiðver, hnakkurinn, dæmigerður hnakkur, nokkuð dæmigerður, svona með sem þægilegri mjúkri dínu til að sitja á, og söðullin er klakkssöðull eða klakkssöðlar með sveif fyrir bakið eða boga sem ýmist var kallað, og þið sjáið að hér er kona með klakk á fremur óvenjulegum stað til að hengja varning á. En ef við skoðum þetta nánar, þá sjáum við að þessi klakkssöðlar gátu verið af ýmsu tagi. Þetta er svona dæmigerð tegund nokkuð, og þessi hérna til vinstri, tvær myndir af sama söðli, þetta er á sýningunni sem þið sjáið eftir. Sá til hægri er sömuleiðis með
af fremur dæmigerðri tegund, algengri þar að segja, og þið sjáu að þarna eru 2 klakkar á og þið sjáuð mynd á myndbandi á sýningunni þar sem kona ríður í þess svona söðlum. Þau hefur smeygt hægra fæti upp á klakkin og hvílir fótinn, vinstri fót í ístaði eða fótafjöl. Og þessi söðull með ístaðinu er gerður á sama tíma en konur gáttu valið það hvort þau vildu hafa fótafjöl eða ístað. Það var algengara að fótafjölin væri notuð. Og því sjáu að þetta er allskinnaðir söðlar, þá á ég því það að þeir eru klæddir með leðri og skreyttir ýmiskonar með fínu klæði og þarna í hægra megin og eins vinstra megin er saumað munstur í setuna. Þetta eru 20. aldar söðlar, kvenna. Við fyrir aðeins aftar og þið sjáuð hérna á hægra megin, þá er yngri gerð af sveifarsöðli sem ég vil meina að vera almennt heiti yfir þessa gerð. Sveif fyrir bakið á konunni. Þessi yngri gerð er klakklaus en þessi gerð var með fótafjöl. Það er stoppuð dýna í sætinu og það er stoppuð dýna föst undir rauðverinu. Vinstra megin sjáu þið líka sveifarsöðul sem hann er klæddur með leðri að hluta til, skreyttur ýmiskonar málað á hann. Á miðöldum hefði þetta verið kallað steindursöðull, en þarna sjáu þið í virkið á söðlinum, það eru tré og hann er laus við dýnu eða þófa. Hann var sem girtur á lausan þófa. Höldum við áfram aftur á bak og inn í fortíðina og lendum á 18. öld. Nú erum við komin að þeim að svona hápunkti framleiðslu á sveifarsöðlum, þetta er svo kallaður hellusöðl því hann er hellulagður með málmskrauti, drifnu látúnsskrauti. Þess slags söðla sjáu þið nokkra á sýningunni, mismunandi stærð. Og þið sjáu að þetta er beinlínis eins og hann er klakklaus. Þetta er eins og stóll sem stiltur er á hlið á reiðhestinum. Frekar djúpt sæti og nokkuð öruggt, en að því leyti óþægilegra heldur en hitt. Og þið sjáu að þarna er samskonar hérna vinstra megin, alveg eins, sætið er alveg hliðastilt, en á yngri gerðinni lítið eitt fram. Getur kona snúið sér fram og sett fótinn fram af. Sömuleiðis á þessari hérna gerð, þarna er hún farin að hafa meiri tök á reiðskjótunum, ef svo má segja. Snýr sér að hálfu leyti fram, en þegar komið er inn á þessa tíma og þessa gerð af söðlum, þá er bara önnur höndin á tönnum. Höndin, eða konan alveg sveigð í nakknum eða söðlinum til þess að hafa stjórn á reiðskjótanum. Svolítið óþægileg staða. Og hún hefur verið háð meðreiðarfólki sínu. En þetta er glæsilegur söðull. Og það var draumur margra ungra kvenna af betra, sem að svona betur máttu sín, að eignast svona söðull. Það var hins vegar martröð ungra stúlkna þegar kom fram á seinni hluta 19. aldar og 20. aldar að þurfa að fá svona söðul í arf. Það eru margar sögur af því. En þessi glæsi söðull, hann er hérna í stíl við það sem þið getið séð uppi á sýningunni. Þetta er alveg ótrúlega fallegt handverk á þessum söðlum. Og reiðarnir, þeir voru ekki síðri. Það er nú til margar sögur það hvað reiðarnir kostuðu, kýrverð og meira á tímum á 17. og 18. öld. Það virðist sem þeir hafi náð svona hámarksskrauti þá. Það verið skreyttir eins ítarlega og hægt var, en þetta nær miklu lengra aftur þegar maður fyrir að skoða það.
Skrautið að þeim hefur verið fjarlægt, hugsanlega flutt yfir og annað. Reiðakúlurnar sem eru á sýningunni, sem eru þarna yfir samskeytunum, þær eru sko ævintýralega fallegar. Þær eru bæði drifnar og skornar. Og þessi hérna lengst til hægri tók hann með vegna þess að hann skemmtilegt afbrigði, sýnir mismuninn líka. Var kallaði að vera, þegar þeir voru svona negldir, þá voru kallaði þeir væri háseimdir, af því að hausinn á sömnum stendur upp úr og myndar einhvers konar munstur. Þessi glæsilegi söðull Ragnheiðar Vigfúsdóttur, sem var sýslumannsdóttir og amtmannsfrú, hann geymdur hér á Þjóðminjasafninu. Hann svona það flottast af allir flottu eiginlega. Þetta svona Rolls Royce-in í söðlunum. Og þarna virkið, eins og áðan var virkið á þessum söðlum, meira og minna á tré, járn saumað saman, oft á tíðum. Undir þeim sem sagt þegar að þessi söðull lagður á hest, þá fyrst settur þófi, þykk dýna, yfirleitt úr ull, mikið þæfður ull, tvíbrotinn eða þríbrotinn jafnvel, settur, síðan hann girtur á að reiðskjótan, síðan söðullinn settur ofan á allt girt, vel og vandlega. Þessi söðull smíðaður af mjög góðum smið sem var sonur Halldórs biskups, Brynjólfi Halldórsinni, og þau bjuggu á Reynistað á 18. öldinni. Og þarna frú Þóra Halldór, sonur Brynjólfi, sonur Halldórs, og móðir hans Þóra var þá á Reynistað á þessari öld, rétt áður en skömmu áður en að söðlinn smíðaður. Það kviknaði í bænum á Reynistað árið 1756 og þessi unga stúlka, Ragnheiður Vigfúsdóttir, þá reifabarn, bjargaðist úr brunanum. Hann sannlega ekkert samhengi á milli þess að Brynjólfur smíðar þennan söðul og hún eignast hann seinna, en svolítið skemmtilegt krydd svona með. Hnakkur nútímans, notaður af báðum kynjum. Á myndin til hægri þá sjáu þið nánast eins hnakk eins og strákurinn var í áðan. En þessi hnakkar eru miklu liprari, miklu mýkri heldur en þeir voru fyrir hluta 20. aldar. Það töluvert munur að sitja í þessum hér. Hann fremur harður, þótt hann sé mjög góður miðað við það sem áður var. En heldur þessu hér, ég hef prófað báða. Þannig að þið þykist vita af eigin raun hvað hinn grjótharður. Hann allir svo þunnur, en hann gefur góða snertingu við reiðhestinn. Þessi hnakkar beggja kynja voru líkir. Karlmenn riðu í þessum hnökkum, konur fóru að ríða í hnökkum svona á seinni hluta 19. aldar. Þarna erum við komin aftur á fyrri hluta 20. aldar og þarna sjáum þið líka en þó samt ólíka hnakka, og þið sjáum að beislin eru stangabeisli. Þegar það komið fram á miðja 20. öldina þá var almennt talað um reiðbeisli og þá átt við stangabeisli fremur en ringamél eða ringamélsbeisli. En kallarnir og báðir, ungur og gamall, eru með svipu í hendi. Það var til þess að ná betri stjórn á reiðskjótanum. Þetta var nú ekki sérlega þægilegt við rifnar, þetta gaf ekkert svo stór högg, en þetta var svolítið ógnandi. Gott að hafa svipun í hendinni. Og þetta var svolítið svona eins og montprigg, getur maður sagt.
Svipuðar voru silfurbúnar, oft með fallegu skrauti og svo sem á sama hátt hægt að segja það að því fallegri sem svipan var alveg eins og söðullin, því meira þótti fólki til koma. En þessir knampar eru dável settir og þið sjáið það að það er uppgert taglið á hestinum til vinstri, en kallinn ríður sneypt. Hann hefur ekki sett upp taglið. Og það að setja upp taglið á hestinum er líka praktískum ástæðum, vegna þess að menn sáu þá hvorki hvort það var sítt eða stutt, ef þurft að nota, sem var algjör undantekning, að nota taglhára af reiðhestum. En það var klippt af hrossunum á hverju vori og þið sjáið að reiðhestur stráksins hefur lent í skærum eða klippum. Og það hefur verið snirt faxi líka á hestunum þess gamla hérna. Konur, sem sagt, fóru að ríða í hnökkum á seinni hluta 19. aldar. Það þótti bara ekki kvenlegt. Og ef við förum aftur og bak, ennþá meira lengra tilbaka, þá erum við komin að hnökkum sem eru með brík, svona bryggju að framan. Þeir eru eins og söðlarnir á sama tíma, bara með trévirkið bert og það þarf að girða það ofan á lausan þófa. Þeir eru skreyttir ýmiss konar og því meira af skrauti því flottara var það. Og þið sjáu hérna hvað er glæsileg afturbrík á þessum hér. Hún er drifin, hellulögð. Þeir eru báðir kýldir sem kallað var með hnakkkúlur. Það þótti mjög fínt, það var líka þægilegt að geta haldið þetta og hérna þeir voru alls konar gerðir, en sem sagt úr látúni eða kopar og þótti langflottast ef þau væru steiftir úr kopar, þessar kúlur. Þetta var svona ekkert sérlega þægilegt rauðver, þó skárra heldur en ýmsar aðrar gerðir. Gaf meiri sveigjanleika, þú gafst fært þig aðeins til á hestinum. Og já, þetta er svo tegund sem að kallar fram nafnið, heitið hnakkur. Hnakkur var í málvitund 17. og 18. aldar fólks kollóttur stóll. En almennt þá var talað söðla, alveg jafnt fyrir karla og konur. Þarna fara menn að tala hnakka eftir því sem verða kollóttari. Og þessi gerða hnökkum, bríkarsöðlar, standsöðlar, sem háum bríkum fram og aftan, sérstaklega framan. Þeir eru meira svona reiðmenn eru meira skorðaðir onni þá og þið sjáið skrautverkið á þessum. Þetta er svona hefðar söðull og ég stalst til að taka með þarna fresku mynd af kaupmanni frá Flórens sem að ríður í svona standsöðli með spora á fótum. Íslendingar notuðu líka spora. Það var miklu meiri ögun á hestinum að nota spora heldur en svipu. En þarna er sá sem flórenski, hann er með brjóstreimar á sínum við sinn hnakk og lendar klæði getum við kallað þetta. Þó að GCC, þetta er eiginlega meira lendar sprotar og lendar reimar. Kemur því aðeins betur á eftir. En þetta eru skinnaðir söðlar að sumuleyti. Þeir eru semst bæði málm settir og skinnaðir og skreyttir eins og hægt er, eins og kostur er.
Þessi söðulgerð, hún virðist koma fram á 14. eða 15. öld. Hún er einhverju leyti tengd hernaði. Menn eru stöðugir í þessum söðli. En þeir gátu valdið vandræðum og reiðhesturinn varð að vera velagaður og ekki mikið að stökkva út undan sér. En í stöðu náttúrulega þau voru í ólum eins og við notum nú og líka reipum, kölluð stigreipi. Ístöðin voru að margur ístöðin hafa minnst breyst af öllum í sambandi við reiðverið eiginlega. Við komum aðeins á þeim á eftir. En bara til þess að fylgja þessu eftir, ég fann enga mynd af eina íslenska söðlinum sem er varðveittur frá 17. öld að með minnir að sé, seinni hluta, og er varðveittur í Þjóðminjasafni Dana. Það er sett einn svona söðl til af íslenskur varðveittur. Sá þýski Dürer, Albrecht Dürer, eða Dürer, ég veit ekki hvernig á að berða fram, að hann teiknaði í smáatriðum reiðtíi og útbúnað á riddurum sem voru í stríðsátökum, og ég ákvaða sýningur þetta vegna þess að þarna sjáiði hvernig hann situr í þessum standsöðli. Síðuskinnin eru mjög síð, afturbríkina á hnaknum er svolítið óþægilega að því ég virðist, en hann situr þarna fast í hnaknum eða söðlinum. Hann er með nárareimar og brjóstreimar á gæðingnum, hann er með taglið hátt sett upp í hnút og hnakkurinn eða söðullin er reiðalaus. Það var engin 100% regla að það fylgdi þessum söðlum reiði. Það var samt betra, og einhverjum á sérilagi því voru að fara í mjög í ferðalögu yfir fjöll og fyrndindi og þurfti að fara mikið niður í móti. Og þið sjáu beislisbúnaðinn, þetta eru stangabeisli með afar sérstökum búnaði, og þetta hefur við ekki hugmynd hvort það hefur tíðkast á Íslandi eða ekki. Það er svo erfitt að lesa úr þeim leifum sem við höfum þá þessum tíma. En þau getur það vel verið að svo hafi verið. Það er allt mögulegt. Hafið það verið til, þá er það mögulegt. Bara til þess að minna okkur á að við erum ekki við erum núna í núinu. Það hefur verið oft rætt það hvenær ístöð voru fyrst notuð og hvenær skeifur voru fyrst notaðar og hvenær þetta og hitt var fyrst notað. Það sjáuði Konstantín Ferguson, konungur Pikta, vinstra megin. Þetta er mynd sem er höggvin í sandstein, og þessi ágæti Konstantín var mikill reiðmaður og veiðimaður, og Piktar voru miklir reiðmenn. Þeir bjuggu á Bretlandseyjum, það er að segja aðalega í Skotlandi. Þeir hörfuðu á undan Rómverjum norður úr, síðan eru þeir horfnir, hafa samlagast öðrum, bara mistu völdin. Þetta er bara eins og áspyrningar fyrir norðan, hurfun í aðra. En svo er til vinstri, þessi á til vinstri, þið sjáuð hann er töltgengur hestur. Þið sjáuð ekki hvort hann er í ístöðum. Það virðist eins og hann sé ekki í ístöðum, því að fóturinn er þannig, hvað maður að segja, hann virðist ekki standa í ístöðum eða hafa neitt stuðning, og þið sjáuð ekki heldur almennilega hvernig beislið er, en hann virðist vera með nefól, þetta beisli, og eitthvað skraut á honum í hnakkann. Þessi kínversku ótrúlegur her sem fannst fyrir nokkrum árum síðan og í terrakotta 2200 ára gamalt að því sem sagt er. Þarna eru bara riddaraliðsvagnar og reiðhestar hersöðingjana sem fóru fyrir fylkingunum, og þeir eru mjög vel tíjaðir.
Ég vona að þið sjáið aðeins myndina á hnakknum eða söðlinum, hvort sem við viljum kalla það, á hestinum, sem að þetta er bara fornleifar sem að koma í ljós og hafa verið forvarðar. Beislið á hestinum einum, það er bara beilir stokka lagt og jável bara á stokkum taumurinn. Það er eins og var ég hægt að krækja þeim saman og stytta á þeir lengi eftir að vild. Og þetta er ekkit smá flott beisli sem að segir. En mélin eru hins vegar furðuverk og eru þannig gerðað átakið á kjaftinn á hestinum opnar, það er bara bremsa á hestinum beilis. Þetta er ægilegt átak. Kannski þurftur að hafa það þannig í hernum, í orustunum, geta stoppað á punktinum. Ef þeir leta stjórn þar að segja. Svo ætlum við að fara tilbaka aðeins. Það er ekki aðeins alveg að fara með ykkur alveg aftur í gráa fornisku. Búnaður Hofsstaðaskóla, hann hefur oft vakið fyrir mér athygli. Og þegar ég sá hann fyrst þá hugsaði bara vá hvað þið voru flottir á Hofstöðum. En þarna er hann með lendarklæði undir við hnakkinn til þess að hlífa fötunum sínum, þessum fína frakka. Og þið sjáuð hann stendur í stöðum, grunnum minn sá að hann sé þarna í bríkarsöðli, þó að sjáist ekki. En hann ríður við stangabeisli og það er skreitt, það er ádrættir á eyru við eyru og við nefulina og fínn í tauginu og uppgert taglið. Og þegar ég sá hann fyrst þá ég sagði já, þetta er ekki einleiki. Þeir eru allir, það eru mjög fá myndefni sem hafa verið sköpuð af reiðmönnum á brokki. Þessi er ekki á brokki. Þessi hérna er ekki heldur á brokki. Og þetta er allt íslenskir hestar. Það er Hofsstaðaskóli náttúrulega íslenskur, alíslenskur. Þessi lendarklæði eins og hann reið við, sem þið sjáuð, það er svo fínt lendarklæði hérna på sýningunni, ekki athygli á því. Þau breyttust eða voru líka kölluð undirdekk eða skafrak. Það var langflottast, það var svona eins og hempa, miklu síðara heldur en lenda undirdekkið. Og þau voru útsaumuð eða ofin sérstaklega og þóttu mjög gott að hafa þau á hestinu því að þetta varði fólk fyrir hestamóðu og óreindum og auðvitað reiðtíðin líka. Og þetta ekki síður. Ég ætla ekki að fara inn í þetta vegna þess að hún Ragnheiður sem var að vinna sýninguna með okkur og valdi söðuláklæðin, þið sjáu þau ef þið farðu, að þetta er náttúrulega, þótt söðlinn sé ekki alveg hellulaður, þá ef maður átti fallegt söðuláklæði sem hlífði bæði reiðfötum og reiðkonu og reiðtíjónum, það var náttúrulega aðalatriðið þá að hafa þau sem fínust og fólk glaði metna sinni því að bæði að skapa þau og nota þau og munstrin á þessum söðuláklæðum eru bara nátengt reiðþýjaskrautinu og útskurði og útsaumi á þessum tíma. Þannig að þetta er svona hluti af listsköpun þjóðarinnar á þessum tímum. Þetta er nú allt 19. aldar söðuláklæði nema hugsalega þetta lengst til hægri sem er elst og gæti verið frá því á 18. öld. Og svo ætlum við aðeins að fara úr þessum fínheitum yfir í það sem bara þótti algengast og venjulegast og því sjáum menn notuð alls konar tæki til þess að mýkja sætið.
Það skiptir verið máli að láta fara vel með sig á ferðalögum, alveg eins og annar staðar, og ef hnakkurinn var harður, þá var hægt að mýkja sætið með því að leggja eitthvað onni hann, sessu, og þá gjarnan útsaumaða sessu, eða gæruskinn. Eða kalla reiðskinn, sem er náttúrulega flottara tal. Þetta er 20. aldar menn. Og svo er þetta með reiðskinnið og smalaístöðin. Til þess að það er afskaplega lýjandi að vera berbaka eða bara reiðskinni og ekki geta hvílt fætur í einhverju sem getur verið þvingandi til lengdar. Og svo hefur maður minni stjórn á skjótanum, hestinum. Hann aktaði ekki mjög mannesku sem fór bara fram af ef var mikil átök. En smalaístöðin komum þarna við sögu, og þetta eru bara ístöð sem er sett yfir gæruna eða yfir þessuna, það þarf eitthvað gæru. Það er bara smalaístöð ef það er á að hvíla fæturnar stund á meðan ferðastir eða farið fyrir hrossin eða náði kvíaærnar eða hvað sem það var. Og það er náttúrulega fræg sagan af því þegar að Jón Steingrímsson var næstu í drukknað þegar hann flaut upp og smalaístöð líka af hestinum. En þá hefði náttúrulega aldrei skrifað bók og orðið frægur. En það er önnur saga. Hann segist að lendi í flóði á leiðinni heim úr að ná í kvíja eða fara heim með kvíaærnar fyrir neðan Þverá í Skagafirði þar sem hann átti heima þá. Og flaut upp og tapaði ístöðum og hestinum. En komst lífs af. Þetta var mjög algengt, reiðver unglinga og barna og jafnvel fleiri. Þetta er langalgengast. Þetta er reiðþófinn sem er því miður allt og lítið varðveitt reiðver. Þetta var yfirleitt rullaþæfu og þið sjáu þessi hérna til vinstri, hann er svona skinnbættur. Þess að búið að styrkja hann með skinnbótum. Og yfir við þetta reiðver sem mjög mjúkt, gaf mjög góða tengingu við reiðhestin og fór vel með bæði knap og hest. Yfir þessa tegund af reiðveri var lögð hamól til að hemja reiðverið á hestinum. Hamólin er þessi breiða gjörð úr leðri. Hún gat líka verið ofin úr ullarbandi, hefur engin svoleiðis varðveist. En í þessa hamólina er fest bæði gjörð og ístöðum og reiða ef hann er notaður. Og þetta er reiðver sem hann bara fáir þekkja, sem er sorglegt vegna þess að þetta hefur raunverulega bjargað ýmsu. Konur sátu klofvega í þessum reiðverum, höfðu mjög stutt í ístöðunum og sátu eins og þúfur á hestbaki. Það er til sögur af því að það hefur nú þótt fyrir eitthvað svona ekki fínt, getur kallað það, þegar konur kom í hlað og þurftu síðan að hjálpa sér af hestinum, og það gerði það líka þessum sem reiði söðli. Það er ennþá verra fyrir þær að fara á bak ef eitthvað var, en þær gáttu svolítið bjarga sér ef það komist annað borð í staði. Það var alltaf mjög hátt af því það er svo stutt. En þær sátu bara eins og veðreiðaknappar og pilsinn bara yfir. Þannig að það var ekkert slæmt við það, en þær gáttu fengið hestin til að stíga hvaða gang sem var. Alveg svo kallarnir í þessu reiðveri. Skulum aðeins víkja að beislisbúnaðinum. Hann var ekki síður skreyttur heldur en söðlarnir eða hnakkarnir. Og þið sjáuð ég setti til viðmiðunar taumbeisli. Það var ekki sanngjarnt, en
það var reginmunur á þessum einföldu beislum eða hinum. Og skreytingarnar voru settar bara nákvæmlega þar sem það komust allt. Og þetta voru yfir stift og falleg skrautverk úr kopar eða einhverju koparblöndu. Þið sjá, þetta beisli á sýningunni og ótrúlega fallegt. Og þið getið bara rétt ímyndað ykkur hestinn þegar hann komin með þetta á sig. Ekki það að hestar geta verið fallegir þó þeir hafi ekki neitt svona skraut. En það önnur saga. En þið sjáuð, það sett á allstaðar og ekki síður þetta hér sem ég vona að sjáuð, sko. Hérna þetta fallega ennislauf og það eru ádrættir á kinnólum, afar sérstakar stangir. Þetta taumur, fléttaður taumur með starkongi, flottast af öllu flottu á 19. öld. Það á sýningunni. Til hægri þetta einfalda 20. aldar stangabeisli, þar sem búið að taka af bæði kverkól og ennisól. Og þegar ég var alst upp, það svolítið síðan, en þá var alltaf talað að reiðbeislin ætti að vera stangabeisli og hringamélin væru bara taumbeisli. En það ekkert til sem heitir lögmál í reiðtíum og maður finnur bæði reiðtíir sjálf eða leifar þeirra og sagnir þau með alls konar útfærslum og reiðtíi, beisli með hringamélum eru til aftur á allar aldir. Reiðbeisli með hringamélum. Laufin voru stift, eins og ég segi, og ég tók á sarpi, ég fundum ekki myndina af þessu hér, ég vona að sjáist samt, þetta hér, þetta svona barokk einkenni, sem sagt 17. öld, og þið sjáu líka þetta hér, þetta lauf hér, það ekki dregið á ólína heldur þetta nelt á eða fest með öðrum hætti. Það voru til ýmiss konar lauf sem til skrauts. Eins ádrættirnir þeir voru mismunandi, bæði við eyru og á ólum og á nefi voru lauf. Og þau náttúrulega, þetta var fægt og pússa þannig að glampaði á þetta og menn lögðu metnað sinni í að láta allt líta sem best út. Hringamélin voru ýmsum gerðum, þau voru líka til þrísamskipt. Þau eru mjög mismunandi þess að aldri og mismunandi átaksgóð. Þannig að þið sjáuð að og þetta ekki allt taumbeisli, þetta eru reiðbeisli meira og minna eða af reiðbeislum. Sömuleiðis eru stangirnar mjög mismunandi, það eru bæði stuttar og langar og með og án keðju. Auðvitað keðjan oft farin en maður getur séð á mélunum og festingunum hvort það eru merki keðjuna eða ekki. Og þessar stangir hafa verið notaðar á öllum öldum lengi sem sagt og fyrir 2200 árum í Kína allavega. Gerðar hringjur á ýmiss konar glæsilega afbrigði uppi á sýningunni og þar voru kallar ýmsum nöfnum eftir lagi, grinda, hringja, eins og þessi og þessi hér sem af yfirgjörð. Mér skilst að þetta heiti kögur, hún semst með kögri. Þetta ekki rétt hjá mér, Þór? Ég svo mikið hestamaður. Nei, þannig að þú áttaði ekki á því hvort þau kölluðu þetta kögur. En
Þið sjáuð nú hvað þetta fallegt hérna og hófringjan hérna þessi elsta. Þetta eru hófringjur, það eru bara hóflaga. Þetta er náttúrulega, þetta er glæsileg smíð. Það var ekki leiðilegt að ég var svona á söðlunum sínum. Líka á þófunum. Þið sjáu þessi hérna, þetta eru hamóla og þófarhingur og þið sjáu hér er kögur líka. Þannig að þetta allt sem hægt var að skreyta var skreytt. Fór eftir tíðaranda hvernig. Bara alveg svo híbýlin, þau voru líka útskorin og seinni öldum máluð. Það er mjög skammur tími sem að hægt er að tala um málningu inn í húsum. Og svo ístöðin. Þau voru eins mikið skreytt og kostur var. Og þið sjáu hérna lengst til vinstri þá er bronsístað frá því á miðöldum. Járnístað er næst, við vitum ekki hvað það er gamalt. Koparístöð frá fyrri hluta 20. aldar og útskorinn hornístöð frá sama tíma, þar segja í kringum 1900. Þannig að mann hérna lögðu upp úr því að hafa þetta fallegt. Og svo bara ef við dreifum þetta saman fyrir hvað þau standa þessi reiðtíi og hvernig við getum túlkað þau. Auðvitað hægt að túlka þau með miklu víðari hætti og með öðrum hætti, en þau vitnuðu náttúrulega fyrst og fremst þessi fínu afbrigði stéttaskiptingu. Þau viðhéldu listfengi og hagleik og þekkingu. Þau gáfu örugglega einhverjum hugmyndir að skapa eitthvað nýtt. En þetta var mjög hefðbundið allt, menn fóru ekkert fram úr sér. Það voru tískustraumar greinilegir sem hafðu áhrif á einkum og sérlagi útbúna hefðarfólks og þau sátu uppi með það að fínheitin voru óþægileg. En menn létu sig hafa það. Þægindin þessa einföldu reiðtía umfram tískuafbrigðin á öldum áður og fínheitin, þau eru náttúrulega eitthvað sem að margir kusu, jafnvel þótt að væri ekki við hæfi. Þá riðu menn dálítið í þófa, eins og þeir kostur var. Ef það veri ekki verið að fara í kaupstaðinn eða mannamót, þá var ábyggilega notaður þófinn oftar en söðurinn. Og val reiðskjótans, hann hlýtur að hafa miðast við hvaða reiðver var sett á hann. Það þýðir það að hliðastiltur kvenstöður sem kona sem situr alveg út á hlið, hún þarf að fá reiðhest sem að vaggar henni á hliðar, sem sagt til hliðar. Hvaða gangtegund kýs hún? Hún kýs skeiðlull eða skeið, vallas hratt skeið, en svona tölt skeið lullara. Fínir, bestir hestar. Það er góður klár fyrir hátimbraðan og flottan hellusöðul. Og hábríkaður standsöðul kallmanns sem að gaf honum eiginlega engan kost á að hreyfast, fór sannlega best á hestum sem kunnu að valhoppa eða brokka þægilega. Þannig að reiðverinn beinlínis kölluðu eftir ákveðnum gæðingum, ákveðnum eiginleikum hestsins, og ég er sannfærð orðin það að þófinn, af því við vorum ekkert svo mikið í styrjöldum þó við færum í The Battle of Iceland, eins og við kalla það núna, Örlygsstaðabardaga og Hugsnesbardaga og hína ýmsu bardaga, það voru ekkert mikið framinn á hestum, aðalega jörðu niðri bara með grjót í hendi, en einhver áttu nú vopn. Hestar komuð samt við sögu því þeir fóru þannig á milli bardagastaðana og þeir börðust jú einhverjir af hestbaki sem kunnu það.
En þeir þurftu ekki mikið á reiðtíunum sem slíkum að halda í hernaði á Íslandi. Það var annað upp á teiningnum víða í útlöndum, en auðvitað og þessir skeiðandi eða töltandi hestar sem sjást á myndum og í útskurði og á grjóthöggi, þeir hafa bara alltaf verið til. Bara ekki valdir síðustu aldirnar til reiðar kannski, nema þá á Íslandi og hér og hvar í heiminum reyndar. Þannig að það sem ég er að segja ykkur er að reiðverin, þau höfðu áhrif á hestakostinn, þau höfðu áhrif á það að við eigum núna íslenska hestinn með þeim eiginleikum sem hann hefur í dag. Er þetta ekki bara gott?